Það Ingvar Helgason HF sem styrkir þessa útsendingu frá Nissan-deildinni. Komið sæl. Í kvöld fjórða leikkvöldið í 8 liða úrslitum Nissan-deildarinnar í handknattleik. Liðin sem hófu keppni á mánudagskvöld mætast öðru sinni í kvöld. Og hér í KA-heimilinu á Akureyri taka KA-menn bikarmeistararnir frá því fyrr í vetur á móti Stjörnunni. Í Seljaskóla það IR sem keppir við Víking og víst að þar verður líka harður slagur. En við byrjum hérna í KA-heimilinu. KA-menn ætla að freista þess að leggja Stjörnuna að velli og knýja fram oddaleik, en það verður að segjast eins og að Stjarnan hefur farið hálfilla með KA í vetur. Já, norðamönnum hefur ekki tekist að sigra Garðbæingana í vetur og það var rafmagnað andrúmsloft þegar leikurinn hófst í KA-heimilinu í kvöld. Allt í gulum og bláum litum og hér Leóvard Þorleifsson í þeim sömu litum að skora fyrsta markið, 1-0. Og þá Stjarnan, Magnús Sigurðsson og Sigmar Þröstur Óskarsson ver fyrsta skot sitt í leiknum. Og KA beint í sóknina. Röðsókn, Alfred og Erlingur Kristjánsson stöðvaður en dæmdur á hann ruðningur og röðsókn hjá Stjörnunni. Sigmar Þröstur ver hjá Skúla Gunnsteinsinni og KA fær boltan aftur. Og það var hitt í mönnum strax. Hér fyrsta aukakastið eða eitt af þeim fyrstu og hitt í mönnum og Valur Örn Arnarsson skorar hér 2-0. Og dæmd síðan leiktöf á Stjörnuna. KA-menn beint í sóknina. Erlingur og Alfred. Og Stjörnumenn hirða boltan. Konráð Ólafsson og Patrekur Jóhannesson tekur heldur óþyrmilega á honum og var sendur í 2 mínútur í kælingu þarna. En KA-menn létu það ekki á sig fá og Valur Arnarsson fór mikinn í upphafi leiks. 3-0 þarna. Og þá kom Konráð Ólafsson til skjallana, 3-1. Og Stjarnan aftur í sókn, en hér missa Stjörnumenn boltan. Og fannst það nú heldur ósanngjarnt. En heimamenn spurði ekki að því. Valur Arnarsson enn, 4-1, 3 mörk af fyrstu 4. Og þá Sigmar Þröstur. Fína markvarslu, þessi dugði nú reyndar ekki. Stjörnumenn fengu boltan aftur. En koma svo hér Magnús og Jón Þórðarsson og staðan 4-2. Og svo vítakast. Konráð Ólafsson 4-3. Hér að verða stundarfjórðungur liðin að leiknum og Stjörnumenn loksins búnir að vinna upp. Góða byrjun heimamanna. Valdimar Grímsson kominn inn á. Hann byrjaði ekki inn á í þessum leik. Vakti talsverða athygli, kom ekki inn á fyrir eftir stundarfjórðung þegar að KA-menn fóru að basla, skoraði þarna 6-4. Fallegt mark og hér ver Gunnar Erlingsson fyrir Stjörnuna og Stjörnumenn fari hraðablaup, KA-menn vinna boltan og gamla kempan Erlingur Kristjánsson skorar 9-7 úr hraðablaupi. Já, margar tölur jafnar þarna seinni part fyrir hálfleiks og Dimitri Filipov heldur hér Stjörnuna á floti, 9-8. Farið að styttast í fyrir hálfleik. Og hér vinnur Magnús Sigurðsson boltan af harðfylgi. Kemur boltanum út á vænginn og Stjörnumenn missa hann. Og þá það Atli Þór Samúelsson með sendingu á Valdimar Grímsson. Hann skorar hér. 3. mark sitt í leiknum Valdimar og staðan 10-8 fyrir KA. En enn það Filipov sem heldur Stjörnunni gangandi 10-9. Og þá það Filipov enn, hér nú brotið á hann fær hins vegar ekkert aukakast. Björn Björnsson kemur boltanum strax í leik. KA í hraðri sókn, sjáuð Alfred Gíslason hér, kemur hann. Sigurður Bjarnason stekkur á hann og brýtur á honum. Heldur fólskulegt bragð og kannski stærstu mistök dómarinn í þessum leik sem annars dæmdu prýðilega að gefa ekki Sigurði rauða spjaldi þarna. Vísvitandi brot, en menn voru nú ekki sammála þetta frekar en margt annað. Sjáum þetta hér aftur. Þetta lítur ekki vel út í það minnsta. En allt það, Sigurður fekk 2 mínútna brottvísun
og Stjörnumenn fóru 5 sinnum út af í fyrri hálfleik, KA með 4 sinnum. Einar Einarsson átti síðasta orðið í fyrri hálfleik og staðan var jöfn í leikhléi 10 mörk gegn 10 og allt útlit fyrir æsispennandi seinni hálfleik sem og varð. Hér Valdimar Grímsson á upphafsmínútunni í vítakasti og skorar gegn Ellerti Vigfússyni 11-10 og þá skot í stöngina hjá Magnúsi Sigurðssyni, hraða upp hlaup og Atli Þór Samúelsson skorar hér annað mark sitt í leiknum 12-10 og aftur vann KA boltan. Það vakti athygli að Patrik Jóhannesson var í mjög strangri gæslu hjá fyrrum félögum sínum í Stjörnunni og gekk ekkert að skora en áttu margar ágætar sendingar en þar tóku aðri við. Atli Þór Samúelsson hér með þriðja mark sitt í leiknum og staðan 13-10. Sigurður Bjarnason með skot í stöng. Atli Þór nær boltanum, kemur honum áfram á Alfreð og Alfreð með hann áfram á Valdimar 14-10. Óskabyrjun í seinni hálfleik líkt og í þeim fyrri en nú að sjá helst heimamönnum á þessu. Aðdáendur KA eru ánægðir með lífið 14-10 og Stjarnan freistar þess að bæta stöðuna og enn ver Sigmar Þröstur en nú það Skúli Gunnsteinsson jaxlinn á línun og fyrirliði Stjörnumanna sem minkar muninn 14-11 og hér ver Gunnar Erlingsson glæsilega, varði oft vel í seinni hálfleik og Dimitri Filipov og hann skorar 14-12. KA sækir enn og glæsilegt mark og Valur Arnarsson skorar hér enn, var atkvæða mikill í þessum leik og skoraði inn 6 mörk. KA menn ánægðir með þetta. Patrekur átti þessa glæsilegu sendingu, sjáum við þetta aftur. Frábært mark, 15-12 og enn ver Sigmar Þröstur og aftur kemur boltanum strax í leik, vanur því og Atli Þór og enn skorar Atli Þór Samúelsson. Þvílíkur leikur hjá honum og honum fagnað allt hús 16-12. Hér komum við svo til sögu dálítið síðar. 18-14 staðan hér og Atli Þór skorar 19-14. Hraða upp hlaup KA manna, ganga sem að óskum og vörnin hreint ótrúlega þétt. Þarna lendi skot Filipovs í vörninni og Valdimar skorar 20-14. Hreint svakalegt. Og Patrekur Jóhannesson skorar hér fyrsta mark sitt í leiknum nokkru síðar 23-17 og þar 6 marka munur og varð mest 7 mörk KA í hag. Komum aftur hér til skjalanna í lokin þar sem staðan 26-20 og leiknum líkur með vítakasti Konráðs Ólafssonar. KA vann öruggan sigur 26-21 og þriðji leikurinn á föstudag staðreind hörkuleikur. Já, þetta var vægast sagt mjög skemmtilegur leikur eins og úrslitaleikur að vera. Mér fannst að vísu nokkur svona fullt mikið lóðfæra brot fara í gegn hjá dómurum en það er náttúrulega ekki við þá að sakast. Þegar bæði liðin eru svona stemd þá þarf hann ekki að meina að 2 til þess að hlaupa hér illundum af stað. Þetta var nú engin leikur að gangi þennan leik. Stemningin hér engu lík og mér sýndist nú báðir hugsa hinum þegjandi þörfina í varnarleiknum. Ég er ekkert það er eitt að spila fast og annað að spila óeðlilega. Ég þekkti sjálfur fyrir að spila fast og það getur verið gróft en það er sjaldan viljandi og en aldrei viljandi til þess að skaða menn. Spiluðu Stjörnumenn óheiðarlega? Ég myndi segja að það kom 3-4 brot í gegn sem áttu ekki að eiga sér stað. Að leiknum, vörnin ykkar í seinni hálfleik? Hún var mjög góð. Mjög góð. Markvarslan kom sem vantaði fyrir hálfleik og við vorum svona í fljótari á löpunum í þessum leik heldur en þeir, öfugt við fyrir sunnan. Ég veit að eins og það verður mjög erfitt fyrir sunnan og þess að þeir verður með áhorfendur með sér í aðeins þröngra húsi. Minni völlur aðeins, það öllu verið vera. Það virtist ekki há ykkur þó þú verið einum færri oft á tíðum? Nei, við ætluðum okkur að vinna hvað sem kostaði. Eins og ég sagði fyrir strákana, við skuldum okkar áhorfendur það sem eru diggustu stuðningsmenn landsins, hafa fjölmennt hérna og við erum með langflest á leikina í vetur. Við skuldum það að vinna á heimavelli, alveg þessi lágmark og vinna okkur þar með réttinn til þess að fara í síðasta leikinn á móti Stjörnunni í sunna. Mér kom á óvart breiddin hjá þér í KA-liðinu. Þú byrjar með Valdimar út af og það tekur einn við af öðrum út leikinn.
Já, þetta nú bara sem við verið að vinna síðust ár, ungu strákarnir að koma mjög sterkir upp margir og það sem betur fer það sem að margir af þessum gömlu hafa engan veginn púst í 3 leiki á 5 dögum í 60 mínútur, þannig að þeir eru að koma mjög sterkir margir og það var mjög gott og Valdimar spilaði mjög illa í Garðabænum síðast og þess vegna gagnrýndi ég mikið og sett hann út úr liðinu, úr byrjunarliðinu. Hann kom síðan sterkur inn þá eftir það, skildi í sneiðina og vonandi verður framhald á því. Þriðji leikurinn á föstudaginn. Hann verður mjög harður. Ég á ekki vonað neinu frávíkjur á þessum leikjum. Bæði liðin spila með fast en eins og ég segi, ég vil frekar spila með þetta svona í heiðarlega kantinum þó að þetta sé fast og ég veit að þetta verður mjög erfitt. Stjarnan er mjög sterkt lið og Viggo var að gera mjög góða hluti en það verður að sjá hvort það nægir. Geta bikarmeistararnir farið alla leið? Já, ég á von á því, vegna þess að þetta er hálfgerður bikarleikur, annaðhvort eru dottnir úti eða vinnur leikinn. Það var engu líkara en að styrjöld væri skollin á norður á Akureyri á milli leikmanna KA og Stjörnunnar. Leikurinn hótt með miklum látum þar sem leikmenn gáfu ekki tommu eftir og í raun erfitt að finna lýsingarorð fyrir leikinn, kannski háspenna lífsætta. Harkan í leiknum norður á Akureyri var mikil og setti í raun leiðilegan svip á annars ágætan leik. KA-menn byrjuðu betur en Stjörnumenn voru baráttuglaðir og héldu jöfnu í leikhléi 10-10. Í síðara hálfleik léku norðanmenn við hver sinn fingur og komu 4 mörkum yfir og eftir það áttu Stjörnumenn aldrei möguleika og biðu lægri hlut 26-21. En af leiknum á Akureyri má ráða að oddaleikur þessara liða í Garðabæ á föstudagskvöld verður engin vináttuleikur. Nei, ég held að þetta sé bara tveir ólíkir leikir, þeir voru heimavelli síðast. Mér finnst þeir komast upp með mjög mikil óþarfabrot í báðum leikjunum, verður að segja það og ég var að koma með alveg svo þrumur heiðskýru loftið þegar Viggo kvartaði yfir að við hefum verið grófir og fengið dómarann með okkur í fyrsta leiknum. Spilaði mun fastar en fyrr í vetur í deildinni? Þeir? Já, ég meina ef þið skoðið síðustu 3 leikina á Stjörnunni þar sem þeir eru með mjög ljótt Geir Sveinsson á móti Val og ég veit 2 brotafinn sem ætti að vera rautt. Já, það kemur mann nú spánskt fyrir sjónið þegar maður eins og Alfred Gíslason er farin að kvarta yfir því að aðrir séu spila ruddilega og harðan handbolta og svo kemur Erlingur Kristjánsson í kjölfarið. Ég verð nú að segja það hreytti þá fjandinn ömmu sína. Hvað er að gerast? Já, það er það sem virðist vera að dómararnir það sem af virðist ekki hafa tök á leikjunum, virðist ekki koma nægilega verið undirbúnir og ég held að það verði að segja þess að það eru allir þjálfarar óánægðir